Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Í dag langar mig til að byrja á að fjalla hugleiðslu sem ég er búin að útbúa fyrir þá sem vilja nýta sér hana en orkuhlið Síríusar opnast núna 7. júlí, þá verður bein lína á milli jarðar og Síríusar og mikil orka sem streymir til jarðar, meðal annars mikil ljós sem við getum tekið á móti inn í líkama okkar og aukið þar með ljósmagnið á jörðinni. Og ég hef líka útbúið undirbúningsupplýsingar til þess að gefa ykkur hugmynd hvað þið geti gert þessa daga fram að 7. júlí. En þið finnið allar upplýsingar þetta eins og ég segi inn á síðunni minni og ég setja hér fyrir neðan. Hugleiðslan kostar einungis 2.490 krónur og hún verður send út 7. júlí, daginn fyrir orkuhliðið sem opnast. Þannig að við getum verið samstíga í því að hugleiða hugsanlega á sama tíma eða hver á sínum tíma þann 7. En svo ætlaði ég líka að fjalla bætiefni í dag. Alltaf eitthvað nýtt þar og það sem mig langar fyrst að benda á, ég hef það hérna í pakningunni því þá sést svo vel hvað það heitir, en þetta eru sem sagt góðgerlar, sérstaklega fyrir leggöng og þvagrás hjá konum. Og þetta eru góðgerlablanda pluss trönuber og trönuberin hafa verið sérstaklega góð fyrir þetta. Þetta frá fyrirtæki sem heitir Renew Life og þeir eru búin að vera í góðgerlaframleiðslu í 30 ár. Svo það mjög gott að treysta þessu fyrirtæki. Ég fann fyrir smá blaðröngjunum, alltaf verið viðkvæm blaðra hjá mér þegar ég kom heim úr ferðalaginu til Mexíkó. Svo ég byrjaði að taka þetta inn og ég fann strax breytingu eftir 2 daga og núna eftir 4 daga þá verulega breytingu. Þannig ég mæli eindregið með þessu fyrir þá sem með einhver vandamál á þessu svæði líkamans vegna þess að þau eru óþægileg og erfið og við getum gert eitthvað til að laga þau. Þannig að tekkið að þessu hjá Mamma veit best. Og það sérstakur afsláttur sem gildir í þessu mánuði, það segja bæði í dag sem 30. júní og út allan júlímánuð og hann GB júlí og hann veitir 10% afslátt. En það eru 2 önnur ný bætiefni frá þeim líka sem ég að prófa því ég alltaf svo spennt fyrir öllu svona nýju og þarf að prófa það af því að mér finnst það mikilvægt að vita hvað í gangi og hvort og hvernig hægt að nota það og sérstaklega langar mig til að kynna þetta hérna til sem það heitir GLP-1 og þetta eru góðgerlar og þeir eru til þyngdarstjórnunar og fólk í alls konar vandræðum með þyngdina hjá sér en það sem að þessir góðgerlar gera, þetta nýr gerill sem heitir Akkermansia og hann vantar gjarnan í meltingarveginn hjá fólki sem leiðir til þess að það hefur enga stjórn á svengdartilfinningunni. Það upplifir ekki að það sé satt. Ekki satt heldur að það sé saðningur í maganum og þess vegna sífellt að narta og ég las því ég kíkti nú hvað aðrir hafa þetta að segja að því að ég bara tiltölulega nýbyrjuð að nota þetta til að sjá hvernig þetta virkar á mig og ég fór inn á iHerb og þar fann ég umsókn frá einum aðila. Það ráðlega dagskammtur 1 á dag en viðkomandi hafði tekið 2, 1 á morgnana og 1 á kvöldin sem leiddi til þess að hann var hættur að vakna á nóttunni til að borða. Og það náttúrulega rosalega mikilvægt vegna þess að þegar við erum að borða á nóttunni þá gefum við líkamanum ekki nægilega mikla hvíld. Hann þarf 12 tíma frá því við hættum að borða á kvöldin og þangað til við byrjum að borða næsta dag til þess að vinna úr fæðunni og skila síðan úrgangi frá sér. Hann tekur 8 tíma í að vinna úr fæðunni sem við höfum borðað yfir daginn og 4 tíma í að skila úrgangi út í ristilinn til þess að við getum losa okkur við hann þegar við vöknum á morgnana. Þannig að ég mæli eindregið með að þið sem eigið í vanda með þyngdina og eru með svona stöðuga svengdartilfinningu. Ég myndi ekki endilega segja ég væri í vandræði með þyngdina en hins vegar
ég oft með mikla svengdartilfinningu og hef tilhneigingu til þess að narta ef ég ekki að borða 100% rétta fæðu sem að dregur úr þessu hjá mig. Og það sem að gerir það mest ef ég held mig við karnivor mataræðið. En svo eitt enn bætiefni sem ég langar til þess að segja ykkur frá og það þetta hérna, Liposomal NAD+. Liposomal þýðir að bætiefnið í hylki sem að leysist ekki upp fyrir það komið niður í þarmana. Það þýðir að magasýrurnar vinna ekki á því og opna það ekki upp. Þannig það skila sér á réttan stað sem slíkan. NAD skammstöfun fyrir nikotínamætt, adenyl dinukleótíð. Þannig að ég held mig bara við NAD+ vegna þess að hitt allt og svona mikill tungubrjótur til þess að ég endurtaki það. En þetta gott fyrir heilan hjá okkur. Þetta örvar heilastarfsemina og yngir hann og það sem það gerir líka að það hefur yngjandi áhrif á útlitið okkar, húðina og annað. Og ég veit einn ungan mann sem búinn að vera að taka þetta í cirka tæpan mánuð og hann fór í boð með vinum sínum sem spurðu, ertu nokkuð farin að nota Botox? Þannig að hann greinilega hafði breyst það mikið í útlitið frá því að vinirnir höfðu séð hann síðast að þeir héldu að hann væri komin í Botox-liðið. En við erum ekkert í neinu svoleiðis. Við ætlum bara að nota náttúrulega efni til þess að hjálpa okkur til að halda heilastarfseminni í lagi því að við viljum ekki láta neitt hér uppi klikka, heldur að hafa það allt í fullu gangi fyrir okkur. Þessi bætiefni fást í verslunni Mamma veit best sem í Kópavogi á horni Dalbrekku og Auðbrekku. Og eins og ég sagði, það afsláttur, afsláttarkóðinn GB júlí og hann veitir 10% afslátt í dag og út allan júlímánuð. Þannig ég segi bara í dag, takk kærlega fyrir að hlusta. Þið eru yndisleg, endilega ef þú ert ánægð eða ánægðar með efnið sem í þessum þætti, settu þá like eða smelt á like og subscribe eða settu komment fyrir neðan þáttinn þannig ég viti hvað þér finnst eða hvort þú vilt eitthvað annað til umfjöllunar eða ert með spurningu eða hvað annað. Bara allavega, þú ert frábær, takk kærlega.